Shittur tittur sko. Þetta rosalegur fiskur. Þessi þáttur í boði heimsendafjölskyldunar á Patreon. Það fólkið sem borgar mér laun. Það eru launagreiðendur mínir. Það eru yfirmenn mínir. Það fólkið sem í áskrift á patreon.com/heimsendir og fær fullan aðgang að öllum þáttum heimsendis, bæði í hljóði og í mynd. Og þetta ekki dýrt sport. Þetta kostar litlar 700 krónur á mánuði að vera í áskrift hjá heimsendi og það meira sér hægt að prófa það frítt í 7 daga ef að þig langar að prófa. Kæri hlustandi, kæri áhorfandi. Það eru nokkrir loftsteinar, þetta $30 áskrift og það eru 4 loftsteinar, þetta eru þau Þorgeir Pálsson, Óskar Kemp, Discover True North og skilaboð til alheimsins gleðilegt sumar. Nú þarf að fara að breyta þessum skilaboðum að því sumarið finito. Takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta og horfa og hér kemur þáttur dagsins. Gott fólk, við velkomin í þátt nummer 132. Þetta hlaðvarpið heimsendir sem heilsar frá Breiðholti og fær sér vatnssopa. Mjólk góð. Þessi þáttur heitir Veiðisumarið 2024 gert upp og þetta ekki flókið, þetta bara mjög einfalt. Ég veiðifíkill og mér finnst veiði vera eitt skemmtilegasta sport í heimi. Í raun eitt skemmtilegasti veiði bara eitt það skemmtilegasta í heiminum fyrir mér. Það ekki bara að veiða, heldur líka að pakka fyrir veiði og skipuleggja veiði og lesa mér til veiði og horfa á myndbönd af veiði. Meira sé að pakka, ganga frá eftir veiði finnst mér skemmtilegt, sem kannski, rauður fáni eða eitthvað, ég veit það ekki. En það svolítið merkilegt með veiðifíknina, veiðidelluna eins og hún oft kölluð, veiðibakteríuna jafnvel. Hún mjög virk á sumrin, en svo þegar veiðitímabilið hættir í september eða október, þá bara leggst hún í dvala, og ef þið spurði mig í nóvember hvort ég sé að hugsa veiði, þá ég ekkert að hugsa veiði, þá maður bara komin í eitthvað allt annað. Þannig að þetta svolítið svona, ég hugsa, þegar ég alveg að fríka út yfir því að veiðisumari sé að vera búið, þá fyrir að lesa mér til vetrarveiði, hvort það sé þetta dorga í gennum ís og veiði eitthvað vetur. Svo þarf ég ekkert að gera það, því að veiðidellan einhvern veginn, hún lögst í dvala þarna yfir vetrartíman og svo kemur hún bara aftur í apríl. Hvað það? Í þessum þætti sem algjörlega tilengaður veiði, þá ætla ég að fræða þau ykkar sem elskið veiði þá veiði sem ég framdi í sumar, sem ég fór í sumar, en líka þau ykkar sem vitið ekkert veiði. Þið getur fengið upplýsingar hvernig það að stunda stangveiði og það kannski má fylgja söguna. Þetta stangveiði sem ég að tala þetta ekki skotveiði, sem þó ágætt líka, en það bara, hún á öðrum tíma. Kannski örstutt staðsynning áður förum minni í þáttinn. Ég að fara til Japan á morgun. Ég að fara að fljúga til Japan á morgun. Ég að fara að vinna á skemmtifæraskipi í mánuð í Japan og ég ætla að gera myndbandsþátt það. Vandamálið að það fellibylur í Japan akkurat núna, þannig að þetta verður fróðlegt. En ég ætla að vera með myndavélina með mér og ég ætla að taka bara upp eins mikið og ég get og ég ætla að deila því með ykkur. Þannig að ég vona að þið séuð öll á YouTube og X og auðvitað á Patreon, af því að þar koma myndbandsþættirnir. Þessi þáttur verður blandaður, hann bæði í mynd, í grunninn þetta myndbandsþáttur, af því ég með 2 myndbönd af veiði, þú veist. Það voru góðir hlustendur sem báðu mig að gera myndbandsþátt veiði og hér hann að koma. En ég ætla líka að hafa þetta á hljóðformi fyrir fólk sem hefur kannski ekki tíma eða áhuga á að horfa, Þannig að þetta verður í 2 mismunandi útgáfum, þið megi bara velja. Ok, þetta svona staðsendingin.
Nú skulum bara fara beint inn í veiðisumarið 2024. Veiðisumarið 2024. Maí. Sko veiðisumarið byrjar í mars fyrir sko þá allra hörðustu, apríl fyrir þá hörðu og maí fyrir venjulegt fólk. Og þegar ég segi þá hörðu og allt þetta, þið veitum við, veiðimenn eru allt fólk sem stundar veiðar. Nú þarf ég ekki að segja það aftur. Ég byrjaði ekki svo snemma. Ég byrjaði í maí, þá var ég búsettur í Japan, í Hokkaido, norður Japan. Ég fór að veiða sakuramasu. Sakuramasu er cherry salmon, sem væri það einhvers konar kirsubærlax. Nema hvað, ég veit ekki kirsubærlax. Þetta er allt gert í sjó. Þegar maður veiðir lax í Japan, þá gerir maður það í sjó. Það er bannað að veiða lax í ám. Þú mátt bara veiða við árósa og í sjónum, bara við strandlengjuna. Þannig að þá var maður annarkvort sko í sandfjöru að grýta út spún, og þetta er allt spún, það er ekkert maðkur eða fluga, það er mjög lítið fluga í Japan. Þetta er aðalega spún, grýta út spúni og sko þeir eru svo hellaðir í Japan, þeir eru með alls konar svona tól og græjur í vestinu svona skilur, það er svona alls konar, veist, þetta er svona smá pervertismi í kringum svona veiðigræjur, svona vera með allt tilbúið, geta verið með hérna einhver skæri og svona, þau veitir. En það er bara gott að blæsa, sko, og það var mjög gaman. Ég fór þannig að tvisvar örugglega að leita að þessum kirsubærlaxi, fann hann aldrei. Ég veitti einhvern bassa eða einhvern marhnút, ég kann ekki alveg skýringu á því, en ég veitti einhvern fisk. Hann heitir soy á japansku og hann er svona svolítið eins og black bass eða sea bass eða eitthvað henni. Það var bara gaman sko, og það er gaman að veiða í Japan, en þetta er aðalega sjór. Þannig að ég byrjaði á því í byrjun maí. Síðan flutti ég heim til Íslands og tókum alveg 2 vikur í að flytja heim og ég vissi að sko maí er náttúrulega rosalega góður svona vatnaveiði mánuður. Ég fór bara beint í veiði kortið. Það kostar 10 skall fyrir þau ykkar sem vilji tjekka á því. Og það er rosalega gott að byrja að kíkja í vatnin í maí. Sjá bara hvort þessi komið eitthvað líf. Þannig ég fór í Þingvallavatn og tæknilega séð ætti að vera urriði í Þingvallavatni í maí. Það er að segja sjens á að veiða urriða. En það var bara blankandi logn. Það var bara blanka logn. Það var bara alveg dúna logn og það er oft erfitt sko. Þá er fiskurinn styggur, þá er erfitt að einhvern veginn svona bera sig að, línan getur fælt fiskinn. Það er gott að veiða ef það eru smá gárur á vatninu. Þannig að þetta var svona ágætist rannsóknarferð bara, fórum á Þingvallavatn, sáum ekki neitt. En náttúrufegurð, þið veitir, og fuglarnir alveg komnir til lífs og náttúrulega mjög gaman. Þannig að það var engin fiskur í maí. Síðan fórum við inn í júní og þá byrja ballið. Það er fyrir það fyrsta Sauðlauksdalsvatn í Patreksfirði. Þetta var örugglega 2. júní 2024. Við fórum í Sauðlauksdalsvatn sem er eitt fallegasta vatn á Íslandi bara. Þetta er hvítur sandur í botninum og bara, þið veist, þetta er lítið vatn, pínulítið vatn, fullt af fiski og það er á sem rennur úr vatninu út í sjó. Hún er kannski svona 2 kilometrar lengt og það er stundum hægt að veiða í henni líka. En við mættum hana 2. júní og það sko blés á okkur, það var skítkalt, það rigndi, svo fór að snjóa, þú veist, þetta var svona... Það var ekki bestu aðstæður í heimi og ég var búin að vera svolítið kvefaður og mér leist ekkert alltaf vel á blikuna. Nema hvað að ég kastaði út í spún. Það var gott að byrja með spúnin. Og ég með japanskan spún, svona lítinn, appisnugulan, kastaði út í. Eitt kast, annað kast, þriðja kast, þá sá ég fisk elta. Og ég vissi, ok, það er fiskur hérna, let's go. Síðan
2-3 köst í viðbót, hann á, fekk flottan urriða, ótrúlega fallegan, velhaldinn. Hvað þýðir að vera velhaldinn í veiði? Það þýðir að það góð fæða, hann að borða nóg, hann feitur og flottur, það var hann velhaldinn. Flottur urriði, ég færði með aðeins á annan stað í vatninu, kastaði meira spúninum, fekk flotta bleikju, alveg bolta bleikju, líka velhaldinn. Þegar ég búin að fá 2 fiska á spún, þá hugsa ég bara, ég nenni þess ekki lengur, nú ætla ég að fara í fluguna. Þannig ég setti upp flugustungina mína, setti appelsínugulan Nobler sem svona 2 auga appelsínugul froða einhver fluga, kastaði og var bara að strippa fyrir þau ekki sem vita. Þá var maður að toga, þá var maður svona að halda fluginu á mikilli hreyfingu svolítið eins og hún væri síli að synda eða eitthvað slíkt. Þannig að strippa mikið, toga línuna, toga fluguna að mér og það er bara búm, urriði, búm, önnur bleikja, búm, annar urriði og síðasti urriðin var stór og flottur maður, hann var örugglega 5-6 pund og ég var með hann í 10 mínútur korter, ég þorði ekki að taka of mikið á honum það var erfitt að háfa hann einhvern veginn, þetta var alveg svaka skemmtilegt og bara barátta og stemming, þannig að ég var með 5 fiska í Sauðlauksdalsvatni og þið veitir þetta var, ég tók einn urriða heim í reik, hann var rosalega góður og svo pönnusteiktu við einn urriða og eina bleikju kvöldið, það var líka rosalega gott. Þannig að Sauðlauksdalsvatn í Patreksfirði í byrjun júní, þvílík veisla, það var geðveikt. Nú, síðan höldum við áfram inn í júní mánuð og mér finnst svo skemmtileg pæling að vera með veiðikortið og fara í vötn sem ég hef aldrei farið í áður, sjá hvernig það er veitt, sannreyna það, fá fisk, sigrað. Þá get ég bara tjekkað af listanum, ég ætla að fer aftur og allt það, en þið veitir, það er svo skemmtilegt að læra inn á ný vötn. Þannig ég var að fara í útilegu í Þjórsárdal, ég man ekki hvernig þetta var, þetta var örugglega 12. júní eða eitthvað hannig. Fáum okkur vatn. Þannig að það er útilega í Þjórsárdal og ég tek auðvitað stöngina með og ég fór að hugsa hvað get ég gert í Þjórsárdal. Ég er ekki að fara í Sandá eða ég er ekki að fara í einhverja laxveiða á þarna, þú veist. Fyrsta lagi er örugglega of snemmt og öðru lagi kostar það handlegg. Nei, ég er með veiðikortið, hvaða vatn er næst Þjórsárdalnum? Jú, það er Gíslholtsvatn sem er á veiðikortinu, aldrei farið þangað áður. Ég hugsa, mér langar að prófa þetta og ég les mig til vatnið því að þetta er svona bara mjög klassískt vatn, þetta er bara svona meðaldjúft, ágætis aðgengi, mikið af urriða. Ok, ég hugsa að spútning gæti verið flottur, sérstaklega því ég veit ekki alveg hvar ég er að, þú veist, hvar fiskin er að finna. Mér er svo gott að nota spúnin til að leita að fisknum, svo því ég er búin að finna hann, þá get ég verið með fluguna. En eins og í Þingvallavatni, getur komið betur en á það eftir, þá hef ég ekkert, þú veist, spútnin er ekkert vinur minn þar, Ég er bara með flugu í Þingvallavatni, og það er ástæði fyrir því. Jæja. Gíslholtsvatn, ég vakna klukkan 6 morgun, eða 5:30, ég er í tjaldi með konunni og Emir syni mínum, sem er 7 mánaða þá. Ég bara vakna og læðist á fætur, ég er búin að gera allt klárt, það er allt komið út í bíl, þannig ég bara læðast á fætur, teka eitt kristall upp úr ískistunni, þið veitir, kælibóksinu, inn í bíl. Ég næði ekki að fá mig kaffi, því að og ég hefði kannski viljað vera bara með kollab eða eitthvað orkudrykk, en ég fæði bara kristall og ég busti ekki einu svona tennu, ég fæði bara kristall út í bíl. Ég er með allt fyrir ástina, CD, Páll Óskar, geisladisk í bílnum, bomba því í gang og bara keyri eins og vindurinn frá Þjórsárdal niður á þjóðveg, svo beygir maður til vinstri í átt að Hellu og keyrir í nokkra mínútur og svo beygir maður upp inn í land og keyrir að Gíslholtsvatni. Þetta er smá svona malarvegur og ég var bara á litlum golfbíl, það er að segja Volkswagen Golf,
þannig að þetta var svolítið hægfarið en þetta var kannski, rúmur klukkutími sem ég keyrði og svo mæti ég að Gíslholtsvatni og það er rosalegur vindur, það er alveg brjála rok og mér líst ekkert allt og vel á þetta en ég bara klæði mig og set upp stöngina og er með sama japanska spún og ég veitti þannig í Sauðlauksvatninu með svona flott, svona svolítið eins og síli, appisínugult síli, geggjaðspún og með svona japanska línu, svona þráð, þannig ég get alveg grýtt lengst út, línan er ekki stíf og ég bara fer að leita, bara kasta, ekkert, færi mig með fram bakkanum, þá get ég loks finn svona svolítið aðdýpi, það er aðdjúft, finn stein, get kasta vel, kasta nokkur sinnum, búm, tek lítinn urriða, pínulítinn, kasta meira, búm, annan urriða, flottur matfiskur, svona pundari. 1 pund fyrir þau ykkar sem ekki vitið er bara 1 bandarískt eða brest, pund, pound, hvað er það, 450 gram, eitthvað hannig. Þannig að pund fiskur og ég veit ekki af hverju en allir fiskar, jú, þú getur alveg sagt, þessi fiskur var 2 kíló, en þú segir oftast, hann var svona 4-5 pund. Það er svona, ég veit ekki, þetta er eitthvað sem fylgir veiðinni bara. Þannig að Gíslholtsvatn fekk 2 fiska, hirti annan þeirra á pönnuna, eldaðan kvöldið, geggjaður, pönnustektur, pundari, það er bara snilt sko, með kartöflum og grænmeti. Gíslholtsvatn, bara það er thumbs up og það sem er svo gott við það er, ég var mættur aftur klukkan 9 morgun og þá var ennþá fólk sofandi í tjaldinu, skottúr, ég er búin að fara og veiða 2 fiska, svo kem ég tilbaka, fólk er ekki vaknað, fæ ég með kaffi í rólegheitum. Jæja, júní, höldum áfram, það eru Þingvellir, ég fór Þingvelli, ég var fann að gæta rosalega mikið þarna á þessum tíma og það er svo erfitt að gæta gullnarhringin og keyra fram hjá Þingvöllum og sjá vatnið, það er svo fallegt. Þannig ég hugsa alltaf bara, ég verð að fara að veiða. Og ég man þetta reyndar þessi 2 dagar þarna, þá var ég að passa sko, það er passa, skilur við. Þá var kona mín að gæta og ég var heima með strákin og við vorum bara heima inni nánast allan daginn, ég man ekki hvað var, hvort það var eitthvað gosmengun eða eitthvað, við fórum ekkert út, þannig ég var bara inni allan daginn og ég hugsaði ég verð að komast út, á ég að fara í ræktina, á ég að fara í sund, nei, förum á Þingvelli. Þannig ég fór á Þingvelli, setti upp flugustöngina, ég var með dropper er þegar maður er með 2 flugur eða fleiri á sömu línu, ég var með sko neðst var ég með pínulítinn kúluhaus, svona þyngdaflugu, á Þingvöllum vill maður vera sökkva flugunni og veiða botnin. Svo aðeins ofar var ég með óþyngdaflugu, svona einhvern blóðorm eða eitthvað svona rautt og silfrað í einhverju flugu. Og ég bara kasta og það er enginn þarna, því þetta er virkudagur, kvöld og það er bara enginn mættur. Nei, ég er að rugglast með þér, ég er í ruglinu. Í júní fór ég í Þingvallavatn og var að reyna spúnin. Hvað er að mér? Ég fór sem sagt á Arnarfellið með félögum mínum að reyna spún í Þingvallavatni af því að einn félagi minn sá einhverja gaura, pólska gaura, pólverinn, fólk frá Pólandi er mjög gott að veiða með spún almennt. Það er að segja, ef þú serði einhvern taka fisk á spún í Þingvallavatni, þá er það mjög líklega pólveri af því að, þau eru bara mjög góð að veiða með spún. Hvað það? Allavega, félagi minn sá einhvern taka fisk með spún í Þingvallavatni og hann segði, við verðum að fara og við verðum að prófa spúnin af því að hann er að gefa. Og ég sagði, ég hef enga trú á spún í Þingvallavatni. Ég kann ekki beita honum í svona miklu dýpi, ég bara festan í hrauninu, ég kann þetta ekki. Við erum bara með fluguna. Nei, við verðum að prófa spúnin, hann er bestur. Þannig að við reynum þetta í smá stund við Arnarfellið og ekkert gengur og ég segi, nenni ekki lengur, ég er hættur, ég ætla að fara í fluguna og ég set fluguna, set aftur dropper eins og ég var að segja, kúluhaus og svona óþyngda flug í miðuna. Viti menn í öðru kasti fæ ég bleikju. Að ringja síma hérna. Í öðru kasti fæ ég bleikju, hún tekur og bara trillist og slítur bara á 3 sekúndum. Og
og þá fattaði ég að í fyrsta lagi var ég örugglega með of léttan taum, ég var með 4 og 6 pund. Maður á ekkert að vera með svona lítinn taum sko. Maður á að vera með svona 8 punda taum, 10 punda taum, jafnvel meira. Plús það að önnur flugan var illa hnýtt og hún hefur bara farið. Þannig að þetta var mjög svekkjandi og bara kennir manni það að maður á alltaf að passa þetta, passa græðurnar sínar. Þannig að Þingvellir í júní, það var ekkert að frétta. Fekk ekki fisk, fekk ekki högg eftir þetta og það var aftur, þú veist, það kom bara á svona datta og svolítið logn og þá er voða erfitt að veiða. Ef það er alveg blanka logn, það er mjög erfitt að veiða í því. Maður vill hafa smá vind. Þá færi okkur yfir í júlí. Júlí var kannski, júlí og ágúst, þetta voru svona mestu veiði mánuðin hjá mér. Júlí byrjar með veislu. Ég og félagi minn förum í Baulárvallarvatn á Snæfellsnesinu og við vorum mjög spenntir fyrir þessu. Við vorum búin að tína til maðk, við vorum búin að, félagi minn var búin að kaupa makríl, ég hef ekki mikið verið að stunda það. Og svo náttúrulega var það bara japansku spúnarnir og auðvitað flugurnar. Ég var búin að kaupa hvíta nobler, fallega flugu og ég vissi að Baulárvallarvatn er bara með urriða, þannig að við vorum bara að eltast við urriðan og ég vissi líka að maður ætti að mæta bara kvöldin og veiða inn í nóttina. Það er að segja urriðin, fyrir þau ykkar sem ekki vitið, urriðin er, hann kemur inn á gryningarnar í ljósaskiptunum. Það er að segja snemum morgun og svo seint á kvöldin og þú veist, ef maður vill ekki vera að vakna klukkan 3 á næturna, þá er gott að veiða bara kvöldin í staðina því að morgnarnir geta verið erfiðir. Þannig að við keyrðum hann á Snæfellsnesið, nema hvað, það var bara haustlægð. Þið þekkið þetta sem búið á Íslandi, það var haustlægð í júlí. Það voru svona 6-7 stiga hiti, 20-25 metrar á sekundu, rigning, rokorigning og viðbjöður. Haustlægð í júlí. Og okkur leist ekkert alltaf vel á þetta, veist. Þessi vötn eru upp á Snæfellsnesinu, upp á hryggnum sjálfum. Þetta er vatnaleiðin þegar maður er að keyra frá sunnanverðu Snæfellsnesi yfir á Stykkishólm og Grundarfjörð og það. Og þetta vatn er á mjög opnu svæði. Þannig þegar við komum að vatninu þá er brjálað rok, öldugangur og eiginlega ekkert skjól. Það er bara ein sandfjara sem liggur í vindáttinni og er í skjóli. Og vanalega þegar það er vindur þá vill maður veiða á móti vindi. Það er að segja vindurinn blæs agni eða blæs mat fyrir fiskinn í átt að landi og fiskurinn liggur í landinu og er að borða. Nema hvað, að það var bara of mikið rok. Við gátum ekkert verið að kasta á móti vindi. Þetta var bara, við höfum orðið úti. Þannig við urðum að fara þarna á þessa strönd þar sem var bara eiginlega logn, það var bara skjól undan vindi. Þetta var svona háir bakkar og hvaðina. Og við höfum ekkert alltof mikla trú á þessu. Við bara byrjum að prófa að kasta spúninum út og svo bara kemur svona busl og ég sé fisk. Ok, þá bara strax er léttir. Ok, það er fiskur hérna, geðveitt. Svo köstum meira og svo fæ ég fisk. Urriða. Ekkert svakalega stór, kannski 1-2 pund. Tekur hann á land og það er alltaf þegar maður er búin að ná fyrsta fisknum á land, þá er alltaf gríðarlegu léttir, sko. Þá veit maður að þetta er svona, það er veiði von, skilurðu, þú er búin að redda túrnum, þetta er allt í góðu, þú veist, bara bím, bara búm. Til að gera langastu, og við erum að byrja að veiða þarna svona 8-leytið, sko. Við erum að byrja að veiða seint, veiðum, sko, eitthvað, þú veist, og svo bara til að gera langa sögu stutta, þá var þetta bara algjört bingo. Við veitum 20-30 fiska þarna á nokkrum klukktímum. Við hirtum það ekki alla, ég heldum hirt 9 fiska, og að hirða fisk þýðir að þið drepið hann og farið með hann heim og borðið hann. Það er stránglega bannað að henda fisk.
það er stránglega bannað að drepa fisk og borða hann ekki. Það er bara mjög mikilvægt. Þannig að hann er hérna, við erum búin að borða slatta á honum og restin er í frysti og verður borður núna í haust. Ok, ég veit ekki hvað ég get sagt meira Hraunfjarðarvatn, Baulárvallavatn. Þetta var mjög skemmtilegt. Þetta voru ekki mjög stóri fiskar, 1-3 pund mest, aðalega á spún. Hann tók ekki fluguna, ég var kannski bara ekki nógu graður á fluguna, ég var bara of mikið á spúninum, en það er líka bara það, þegar það er svona vindur, jafnvel þó við vorum í logni, það er ekkert gaman að kasta flugu í svona roki. Þannig að spúnin var einhvern veginn, hann var bara hentugri. En ég prófaði fluguna og hérna, fekk bara ekki högg. Og svo voru 2 fiskateknir á maðk. Þannig Hraunfjarðarvatn var, ég bara með þetta skrifað sem Hraunfjarðarvatn, en Hraunfjarðarvatn er vissulega þarna við hliðina á. Baulárvallavatn var snilld. Komin aftur, miklu meiri kraftur, smá pásu sem við tókum, framhjá fjósi við ókum og kaffið er komið í hönd. Drögum fiska á lönd. Hérna, við erum að tala um júlí, það er Baulárvallavatn í haustlægð, þetta er búið, bara góðar minningar af þessu og sko ykkur að segja að það náttúrulega þetta er þáttur í mynd og hljóði og þið sem eruð að horfa vitið þetta. Ég náttúrulega að spila svona alls konar vídeo og sína myndir frá þessum veiðiferðum inn á milli og síðan á eftir koma 2 stór myndbönd. Það er að segja, þú veist, 15 mínútur hér og 15 mínútur þar. Annað er lags, hitt er sjóbirtingur, bíðið spennt eftir því, það kemur eftir nokkra mínútur. Þið sem eru að hlusta á hljóðið, það er allt í lagi. Ég fíla líka að hlusta á bara veiðiþætti þar sem fólk er bara að spjalla og þið hinn sem eruð ekki veiðifíklar en fílið heimsendi og eru núna að hugsa, er heimsendir orðin að einhverjum veiðiþætti? Ekki örvænta, þetta er svona einn þáttur. Þetta er bara, mér langaði bara að gera upp veiðisumarið. Þú veist, mér langaði bara að fá smá closure, þetta er líka andlegt fyrir mig að bara aðeins hérna, þið veitir, fá smá svona loka veiðitímabilinu formlega. Herðu, júlí, höldum áfram. Það er næstur á Þingvellir. Smá kaffisopi. Þingvellir, sko, þetta er raun það sem ég var að tala um áðan og við skulum bara hafa þetta stuttan punkt. Ég var semst byrjað að tala um þetta áðan. Ég fór á Þingvelli í annað skiptið, þá var ég með spún, ég hafði enga trú á því og svo kom á daginn að spúnin bara virkaði ekki. Ég festi 2-3 spúna og týndi þeim og þetta er bara svona. Þannig ég hugsaði bara, þessu nenni ég ekki, nú ætla ég að fara aftur á Þingvelli og það var þá sem ég var að passa strákin, búin að passa strákin í 2 daga, var varla búin að fara út úr húsi og ég varð bara að komast eitthvað út, þannig ég fór eftir klukkan 5 eða eitthvað, þá fór ég og keyrði á Þingvelli með flugveðstöngina og það var sko geðveikt veður, þú veist, það var ekki sól, en það var búin að skýjað, smá góla, fluga í loftinu og hlýtt og gott, þú veist, það var bara geðveikt og það var engin mættur. Ég fór á Öfugsnáðan sem er staður á Þingvöllum og þú veist, ég fór á minn vanalega stað og gekk ekkert alltaf vel þar. Ég var með svona droppir, ég var með 2 flugur, svolítið langan taumurinn er sko með fluglínu, svo ertu með svona klært gidni sem er taumurinn og gekk ekki neitt, fekk engan fisk sá ekki fisk, þannig fór á aðeins annan stað á Öfugsnáðanum og var bara að leita, skilur, og þannig er málið með bleikjuna á Þingvöllum, þú ert bara að leita, þú ert rosalega mikið að leita, hún er ekkert á brjálaðri ferð svæðið, þú ert að leita að svona gjótum og hólum og lægðum í botninum þar sem bleikjan er að éta, sko. Þannig að það vera að kasta svolítið og þú vilt alls ekki vera, þú veist, slá yfir borðið, þú vilt ekki fæla hana, þú ert svona að lengja línuna í loftinu og svo ert að draga bara löturhægt af því þú ert með svona flugur sem líkjast einhvers konar púpum og púpum sem er að klekjast, þú veist, og verða síðan að flugum en eru kannski bara komnar með litla vengi og eitthvað svona. Þannig ég var með 2 þannig, með droppera
eða með dropper og eftir svona klukktíma að bara prófa mismunandi staði þá tók svakalegur fiskur og ég hef svo oft lent í þessu Þingvöllum, ég held alltaf að þetta sé urriði af því að bleikjurnar eru svo svakalegar kusur, þær eru svo sterkar. Þessi fiskur, hann bara reif út línu, bara og ég þurfti bara að vera á bremsunni, bara alveg að herða og halda við stöngina. Svo þegar hún að rífa út örugglega 10-15 metra af línu, þá snýr hún við og straujar í átt að mér. Og þá þarf ég að, þið veitir, þá getur ekki, það er ekki nóg að bara snúa hjólinu. Þú verður að nota hendina til að draga línuna á móti, þú vilt ekki missa spennu, þú verður að halda spennu á stönginni, þú veist. Og bleikjan tekur kannski 2 svona strauköst og þetta er svo gaman, þú veist. Og þetta voru, fyrsta bleikjan sem ég fekk hérna var kannski 4 pund eða eitthvað, 3-4 pund. Og ótrúlega flott maður, ég var bara í sjokki sko. Og fyrir ykkur nördana þá tók hún ekki neðstu fluguna sem var svona kúluhaus, heldur hún tók efri fluguna sem var einhvers konar blóðormur eða eitthvað slíkt. Það kom mér svolítið óvart og veist, ég var alveg með hann í 10 mínútur að reyna að háfa hana og svo loksins náði henni og tók mynd af henni og sleppti henni og svo tók ég aðra sem var fallegri, bara svipustærð 4 pund eða eitthvað, þetta var svakalegi fiskar sko. Feit og góð og vel haldin og ótrúlega fallegi litir, þú veist, alveg svona órans, appelsínugul sko. Þetta eru svo flotti fiskar og hún tók á sama stað, bara nákvæmlega sama stað. Þetta er bara, þú verður bara að leita og svo finnur og þá bara tekur hún sko. Og það er bara sama. Bleikjan, hún til dæmis hoppar ekki, hún er ekki að stökkva úr vatninu, skilur. Hún er bara að kafa djúpt, þetta er bara svo kafbátur og það er rosalega gaman að kljást við það sko. Þannig að Þingvellir, loksins, það hefði verið svo súrt að ná ekki fisk úr Þingvallavatni yfir allt tímabilið og búin að fara 2 svar og svo fór ég aftur á Þingvelli seinna, ég held að það hefði verið í byrjun ágúst og var það ekki var. Þetta er bara svona, en ég er alveg sáttur að því ég fekk þessar 2 geggjaða fiska á Þingvöllum, þá er maður bara sáttur sko. Og maður vill ekkit vera að berja Þingvelli of mikið, þú veist. Bleikjan á Þingvöllum, hún hefur átt undir högg að sækja, hún er á undanhaldi, urriðin er rosalega grimmur og graður og gráður, þannig að þetta er svona, þess vegna vil ég til dæmis ekki drepa bleikjur á Þingvöllum, þú veist, ég þarf ekkert að borða þær sko, ég bara sleppi þeim og þær vonandi bara hrygna og búa til fleiri bleikjur af því að, eins og ég segi, bleikjan á Þingvöllum, hún er ekki í besta standi sko. Þannig að 2 bleikjur á land, bara myndataka og svo aftur úti og ég er bara sáttur. Herru, nú fer að líða á tímabili hjá okkur og við erum að fara inn í ágúst. Sko, bara undir lok júlí þá tók ég 1, fór með son minn á Meðalfellsvatn og ég fór 2 svar með son minn á Meðalfellsvatn, einu sinni bara til að skoða og einu sinni kastaði nokkur sinnum, fekk 1 högg, engan fisk. Þetta er náttúrulega sko, málið með svona vatnaveiði, þú vilt bara vera að veiða, eða þú vilt eiginlega bara vera að veiða frá svona 5 á mótnana til 12 og svo frá svona 4 á daginn til 11 eða eitthvað, þau veitir, það fer náttúrulega svolítið eftir vötnum, en þú, svona alveg yfir daginn frá 12 til 4, það er ekkert mikið að gerast í þessum vötnum sko. Og það er einmitt tíminn sem ég get verið að fara með son minn í vatnaveiði, þannig að vatnaveiði er kannski ekki alveg best fyrir þetta. Laxinn er aðeins öðruvísi, þú getur alveg fengið lax, þú veist, hvenær sem er, svo sem sko. Þannig að já, ég kláraði júlí með því að fara með son minn í smá veiði, veitum ekki neitt en bara gaman og ég hef aldrei veitt í Meðalfellsvatni áður, þannig að það var bara gaman að skoða það. Þá fyrir við inn í ágúst, verslunarmannahelgin. Við fórum á Úlfljótsvatn af því að það var ágætis spá og erum í tjaldi þar, nema hvað, svo er bara aftur nánast haustlægð og reyndar ekki rigning en það var stormur og kalt, ógeðslegt rok og bara lygndi ekki, það er eiginlega alltaf þannig að það lygnir eftir kvöldmatt.
það er bara eiginlega alltaf þannig, það bara lignir á kvöldin nema þarna, það lægði ekki, það bara vindurinn hélt áfram og þetta var ógeðslegt, þetta var ekki gott sko. En ég var náttúrulega líka með stöngina með og þú veist, Úlfljótsvatn í þessum aðstæðum, byrjun ágúst, rok, reyndar smá kalt og á kvöldin þetta ætti að vera fínar aðstæður sko, og ég hefði alveg átt að fá fisk en það var bara eitthvað, ég veit það ekki, ég prófaði sko 5 mismunandi staði og ég sko trúið mér, ég prófaði allt sko ég veit það ekki, ég hef aldrei fengið fisk í Úlfljótsvatni og ég veit ekki hvað er málið sko, en þetta var svo sem svona með Þingvallavatn áður en ég fór að læra inn á það, maður það kannski bara læra betur inn á þetta, en ég var alveg búin að rannsaka hvaða staðir væri bestir, hvernig væri best að hafa sig að, allt þetta, prófaði mismunandi spúna, bara var það ekki ég veit ekki hvað það var, þannig að ég þarf að fara aftur á Úlfljótsvatn og reyna við það aftur. Svo fór ég aftur í Meðalfellsvatn, við fengum heimsókn frá, það voru Japanir sem komu, það er sem sagt fyrrverandi eiginkona mágs míns og dóttir hennar. Þær komu hérna og voru í 5 daga, takk eftir því. Það er svolítið komist, það kom allavega frá Japan, bara til að vera í 5 daga. Ég far til Japan og verið í 7 daga, það var ekki gaman, því þá var maður bara fyrstu 4 dagana að ná sér af svo kalluðu jetlag. Ég mæli alltaf með, ef maður ætlar að fara frá Íslandi til Japan eða öfugt, þetta eru lágmark 10 dagar, helst 2 vikur. En þær, ég veit ekki, hafðu ekki tíma eða eitthvað, þær komið hérna í 5 daga og hún sagði, ég vil veiða fisk. Og ég hugsaði, ok, hvað get ég gert? Ef að fara á Þingvelli? Nei, það er alltaf erfitt. Hún veiði bara á spún. Ef að fara í Kleifarvatn? Nei. Ég hafði aldrei veitt fisk þar sjálfur. Nei, förum í Meðalfellsvatn, ég veit að það er sletti af fiskum þar þó þeir séu litlir. Þannig ég fór með þær Meðalfellsvatn 1 kvöldið og við vorum þar sem rann í það, ekki það sem rennur úr því, heldur það sem rennur í það, ég held að það heiti Sandá, og hún fekk fisk í 3. kasti á spún. Hún er ekki drosalega góð að kasta sko, en hún bara fekk fisk og það var bara snillt og svo var ég að sína mömmu hennar hvernig maður ætti að kasta og þá fekk ég fisk líka. Fyrsti fiskurinn minn í Meðalfellsvatni, þetta voru bæði urriðar, ekkert stórir en bara skemmtilegt. En svo var ég að berja fluguna sko, alveg bara á fullu og fekk ekkert á fluguna. Þannig að ég veit ekki, svo fengum við enga fleiri fiska, þetta voru bara 2 fiskar hann alveg í blábyrjun og þetta er bara málið, þú veist. Hann styggist, maður þarf að passa sig á því að vera ekki, og þess vegna er svo mikilvægt að vera góður að kasta, hvort sem það er fluga eða spúnn. Ef þú ert ekki góður að kasta, þá muntu styggja fiskinn og þá er ballið bara búið, þú veist. Maður verður að vera smá svona stelð. Þannig að við fengum hana 2 sensa og þeir gáfu og svo var bara ekkert meir. Svo fór ég einn í Kleifarvatn nokkru eftir þetta og ég farið mörgu sinnum í Kleifarvatn á Reykjanesinu. Það er náttúrulega eitt fallegasta vatn á landinu og svæðið í kringum Kleifarvatn er rosalega fallegt og þetta er bara 30 mínútur frá bænum sko, frá Reykjavík. Þannig að þetta er algjör snillt að veiða í Kleifarvatni. Ég setti í flottan urriða 3 pund og hann bara hékk ekki, þannig að ég misti hann og svo veit ég litla bleikju, svona hálft pund. Bara fínt að heilsteikja þannig sko. Sem þýðir að nú hef ég fengið fisk úr Kleifarvatni og nú kann ég að veiða Kleifarvatn, sem er bara gaman. Ég ætla að byrja að stunda þetta í apríl næsta ári, bara snemma tímabilinu, sá hvort ég geti fengið stóran urriða. Hörðu, síðan fórum við á vatnasvæði Lýsu og ég er nú aðeins búin að tala um þetta í síðustu þáttum. Þetta er á Snæfellsnesinu, sunnanverðu, þetta er ótrúlega flott svæði og þarna er von á urriða, sóperting, bleikju og jafnvel laxi. Þetta eru nokkur vötn og svo lækir og ár milli vatnana, ógeðslega fallegt svæði, svona skemmtilegt, maður bara lappar það, þið veitir. Þú bara með stöngin á þér, háfinn á bakinu og tösku, svo bara lappa maður þetta og er bara að prófa mismunandi staði. Það er ógeðslega skemmtilegt svæði.
og þú veist, til að gera langa sögu stutta þá náttúrulega, eins og ég segi, ég hef talað þetta í síðustu þáttum. Við byrjuðum daginn í 20 gráðum á logni, það var bara sól, heiðskýrt logn sem ekkert rosalega gott veður fyrir veiði, enda urðu við ekki varir. Og síðan svona rétt fyrir hádegi þá fór vindurinn að koma og gáraði vatnið og þá tók ég 3 í beit, 1 bleikju, 2 urriða, bara bím bara búm. Síðan tók við hádegispásu og fórum og settum upp tjöldin og tjaldstæðinu og borðum hambúrgara og síðan fórum við aftur að veiða og förum niður í Ós, eiginlega niður í Ós. Það heitir Hópið og þar er bara komið brjálað rok og ég að reyna að kasta fluginu og það er eiginlega ekki hægt. Blæsunlega var ég með spúnin líka og félagi minn með spúnin líka og hann tekur 4 punda sjóbirting. Og svo tekur hann annan og svo tekur annan og bara spútnin er farin að gefa. Þetta er allt sjóbirtingar, bara greinilega nýgengnir sjóbirtingar, algjör veisla og fínt að það sé rok, þú veist, þegar maður er með spún og ykkur svona sjóbirtingur og urriði, þú veist, það er ekkert mál þó að sé rok. Það er alltaf bara leiðilegt en það hefur ekkert áhrif á fiskinn þannig. Svo setur félagi minni lax, missir hann, setur í stóran sjóbirtingur 6 pund, missir hann. Og svo fyrir að lægja þess aftur og þá fyrir að taka flugun aftur og ég veiði 2 svona litla og svo eru strákanir eiginlega bara búin að gefast upp, eru bara komnir inn í einhvern hól með bjór og og ég bara gefst ekki upp, þú veist, þetta er bara heill dagur í veiði og við ætlum bara að veiða frá byrjun til enda. Klukkan 8-leytið, um 8-leytið þá fara þeir á tjaldstæðið bara að elda kvöldmat og slaka á. Ég á ennþá 2 klukkutíma eftir í veiði, þannig að ég fer á stað þar sem ég hef fengið lax áður á vatnasvæði Lísu og ég bara læðist að staðnum og bara kasta og viti menn, það er bleikja, flott bleikja, önnur aðeins minni, sleppi henni og svo bara geggjaður sjóbirtingur og hann var svo flottur og hann var svo trilltur og hann stökk 10 sinnum, bara hástökk, þetta hefur verið svona 2 punda nýgengin silfraður sjóbirtingur á sko 5, ég var með flugustöng, 5, bara lítil og nett flugustöng og svona lítil fluga og ég að berjast við hann í svona 5 mínútur og rosalega erfitt að því þetta er, þú veist, pínulítil á, mjög straumþung, mikill straumur, fiskurinn er að nýta sér strauminn til að sko stökkva og bara hamast og bara djöflast í mér og ég bara næði ekkert að ráða við hann sko og ég næði náttúrulega ekki að háfa hann, ég næði ekki að gera neitt sko. Ég bara reyna að þreyta hann en svo bara eftir 10. stökki þá sleppur hann og það er bara fínt líka, það er gott að ég eitthvað eftir, þá bara býður hann eftir mér að næsta sumar og ég fer aftur í vatnasvæði Lísu. Jæja, nú er bara 20 eftir gott fólk. Það er Víðidalsá í Steingrímsfirði. Þetta er í Steingrímsfirði það sem Hólmavík er, afi minn og pappi minn eru fæddir á Hólmavík og pappi býr þar enn. Þannig að við förum alltaf í Víðidalsá í Steingrímsfirði sem er lítil lax við á og nú skiptum við yfir í myndband. Ég var með strákin með en reyndar ekki þegar ég fór á þennan veiðistað því að það eru staðir þarna þar sem við getum veiða á opnu svæði með fluguna, ekkert mál. En svo eru staðir sem eru meira svona gljúfur og meira verið að klifra og klöngrast og djúpir hylir og foss og eitthvað svona og þar vill maður náttúrulega ekki vera með krakka með sko. Þannig á þessum stað þá var ég komið með maðk á af því þetta er svona klassískur maðkastaður, alveg djúpur hylur, foss og erfitt að veiða hann með flugu. Ég hef samt sett í fisk með flugu þarna og já, ég er semst með maðk að veiða þennan stað í Víðidalsá í Steingrímsfirði og hér kemur myndbandið af því. Ég sem sagt var þetta er svona, veist, mér finnst ekki rosalega gaman að veiða á maðk
það eru margar ástæði fyrir því. Í fyrsta lagi þá þetta aðalega, þegar þú ert að veiða maðk þá ertu bara að reyna að koma ætinu upp í fiskinn nánast. Og þú veist, þannig að það skiptir öllu máli að ná góðu kasti og svo ertu bara að láta maðkinn sökkva á sinn stað og þar fiskurinn og þá tekur hann. Og stundum kokgleipir fiskurinn maðkinn og þá öngullin bara komin niður í kok, þá bara ekki séns að missa fiskinn og þá líka ekki séns að sleppa honum ef að svo ber undir. Þannig að maðkurinn svona svolítið trikki sko. Plús það þetta náttúrulega bara svolítið svona, þú veist, maður verður alveg slepjulegur á puttunum og þetta svona svolítið skítugt sport sko, en jú, það alveg gaman að veiða maðk. Sérstaklega ef að flugan bara gengur ekki, ef þetta bara staður þar sem bara allt og djúpt og flugan bara ekkert að virka, þá maðkurinn fínn. En ég var búinn að prófa nokkuð kosti, ég veit svo oft lax á þessum stað, ég veit nákvæmlega hvar ég þarf að kasta. Þannig að þetta snýst bara að ná fullkomnu kasti, sökkva maðkinum og ef það lax þarna, þá tekur hann. og auðvitað var það og laxinn tók 7 punda tiltölulega nýgenginn hængur, ótrúlega flottur
og ég bara klöngrast þarna upp. Þú getur ekki sko, þú ert fyrir ofan fossinn og kastar niður fyrir fossinn, sem þýðir að þú verður að landa fisknum þar sem hann tekur, þannig að þú þarft að klöngrast þangað sem hann og þar eftir svona 10 mínútna baráttu, ég þarf að þreyta hann svolítið, ég er ekki með háf, eftir 10 mínútna baráttu þá næja landunum og kom mér óvart að hann var ekkert svakalega vel tekinn. Öngvöllin datt nálega út úr honum þegar ég landaði honum sko. Þannig að ég hefði svo sem getað sleppt honum en þetta er náttúrulega geggjaður matfiskur og eini fiskurinn sem kom að landi í þessari veiðiferð, þannig að hann fór heim á grillið. Nú, hvað get ég sagt meira um laxinn? Það er sko, þú mátt ekki veiða lax á spún, nánast ekki í neinum ám, þannig að þetta er aðalega fluga og svo stundum maðkur og það er gott að vera með bæði. Ef það er líka bara brjálað rok og eitthvað svona vindur, þá er erfitt að kasta flugunni, þá getur gott að vera með maðk. Svo fer þetta bara eftir stöðum. Sumir staðir eru bara betri fyrir flugu, aðrir betri fyrir maðk. Og sérstaklega sko, núna var allir með búið að rigna mikið, þá var mjög vass mikið í ánni, þá er voða erfitt að eiga við þetta með fluguna. Hún er svo létt, það er erfitt að sökkva henni og laxinn getur legið bara á botninum sko. Þannig að þá er gott að eiga maðk til vara. Tjöfull hann sterkur maður. Vá, hvað hann er flottur maður. Ertu ekki að grínast sko. Vá. Elsku kallinn. Já, ég vona að þið hafið haft gaman að þessu. Þetta var skemmtilegt og þessi fiskur, að ykkur að segja, sko, hann fór aldrei í frysti, hann fór bara í ísskáp og svo 2 dögum síðar fór hann á pönnuna og ég passaði ótrúlega vel að ofelda hann ekki og þá er þetta bara besti fiskur sem þið fáið. Villtur lax, þú veist, ég meina sjóbirtingur og bleikja er líka geðveikt og fyrir mína parta finnst mér bleikjan best, sko, en bara villtur fiskur sem er ekki búinn að fara í frost og er 1 til 2 daga gamall í kæli og er alls ekki ofeldaður, það er bara ekkert sem jafnast á við það. En villtur lax sem þú er búinn að ofelda, því miður, þá er hann bara ónýtur. Það verður að passa að ofelda ekki svona fiska. Með eldislaxinn sem er náttúrulega sko obese, það eru bara offitusjúklingar sem kom upp úr þessu laxeldi, þú getur alveg hamast á, þú getur alveg djöflast á þeim, þeir eru svo spikfeitir sko þú veist, það er kannski erfitt að ofelda hann, en með villtalaxinn þá verður maður að passa og maður verður að bera virðingu fyrir þessu hráefni. Þú veist, þú er búin að drepa dýr til að borða það, þá verður þú að passa að skemmi ekki hráefnið. Þannig að þetta er svona, síðast en ekki síst, nú erum við að klára þetta. Ólafsfjarðarvatn og Ólafsfjarðará, 25. ágúst 2024. 23. ágúst 2024 gerði sko svona biblíkal rigningu á Norðurlandi og það fjallu aurskriður á Siglufjörð af því það var svo brjálu rigning. Dæla gaf sig, þú veist, í fráveitunni og hús á Siglufjörði fylltust af vatni, þetta var bara rugl. Það voru slökkviliðsmenn frá Siglufjörði, Dalvík, Akureyri, Björgunarsveitir og þú veist, það var bara, fólk var bara að vinna sko myrkran á milli
að reyna að pumpa upp með vatni af því að bærin fór á flot. Hvernig haldið því að mér hafi liðið já, náttúrulega með fullri virðingu fyrir fólkinu sem sko þurfti að horfa upp á kjallara og jafnvel húsin sín fyllast af vatni. En ég var með bókaða veiði 2 dögum síðar á þessu svæði. Ég hugsaði, þetta er ekki séns sko. Það er allt of mikið vatn. Áin á eftir að vera bara mórauð af drullu. Þvílík tímasetning. Daginn eftir, 24. ágúst, þá ákvaði ég að fara kvöldið í Ólafsfjarðar vatn. Þar má veiða, allavega öðrum megin, og þar er fiskur, þú veist, og það er vatn sem er bara nánast alveg við sjóin, þannig að það gengur sjófiskur líka upp í hann. Maður hefur heyrt flyðru og síld og þorsk og ufsa, en vissulega sjóbirtingur, bleikja, stöku lax líka. Ég var ekkert var þar, þú veist, var þar í nokkra, kannski 2 klukktíma og var að kasta og reyna alls konar flugu og spún og var bara ekkert var. Og þetta er skrítið vatn, það er svona grunnt og ég var bara mikið í botninum og einhvern veginn, já, var það ekkert var, þetta var mjög skrítið. Svo kann man alltaf ekki að veiða það, sko. Daginn eftir þá förum við Ólafsfjarðar á og hún er rosalega falleg. Hún er stutt en rosalega falleg, þetta eru flottir staðir, en alltaf var ógeðslega mikið af vatni. Það var orðið alveg tært og fallegt, sko. Það var ekki mórautt lengur, en þú veist, ef það var bleikja þarna þá sá ég hann ekki, og ef hún var þarna þá var hún líklega bara alveg ofan í dýpinu, sko. Þannig ég komst ekkert að henni með fluguna, og það er ótrúlegt, sko, að það megi ekki veiða á spúna þarna. Þetta hefði verið alveg fullkomið fyrir spúnin, en það má ekki, þannig að ég veit ekki. Og við vorum ekki með maðk. Þannig að ég var bara að reyna fluguna, reyna eins og ég gat á mismunandi stöðum, og það gekk ekki neitt. Þangað til ég kom á neðsta staðinn í ánni, þá í svona 3. kasti tekur fiskur sem ég held að sé bleikja fyrst, en svo kemur annað í ljós, og enn og aftur, nú kemur myndband, ég ætla bara að spila það. Þetta er Ólafsfjarðar á, 25. ágúst 2024, gjörðu svo vel. Hvað er að gerast hérna? Hvað er að fucking gerast hérna? Shittur dittur, sko. Þetta er rosalegur fiskur. Ég var einn hann að veiða, stúbbabbi minn var með mér en hann var á öðru svæði og ég var svona eiginlega alveg búinn að missa trú á þessu, en maður samt
ber sig alltaf rétt að og maður passar að styggi ekki mögulegan fisk og maður reynir að gera þetta allt rétt. Shit. Þessi fiskur tekur og ég held að þetta sé risastór bleikja af því að hann stekkur ekki, urriðin og sjóbirtingur stekkur oft. Urriði og sjóbirtingur sami fiskur, það bara fyrir til hvort að hann lifi í ánni eða hvort hann fari niður í sjó. En þessi fiskur stekkur ekki og rosalega þungur og að taka út mikið af línu, þannig ég hugsa bara að þetta risastór sjóbleikja. Sjóbirtingur. Hann stór maður, hann fucking stór. What the fuck? Nei. Jesus Christ. Þetta er lax. Fucking lax. Þetta er fucking lax. What the fuck, maður? Lax, sko. Nei. Nei, svo næ ég einhvern veginn að koma fisknum aðeins nær. Ég þori ekki að taka of mikið á honum. Ég hef bara slitið flugur og þetta er svona sérstaklega þannig fiskur að þú veist, maður þorir ekki að taka of mikið á honum. Kannski er þetta lax, hvað þá? Ég sé að hann er alveg silfraður og fallegur og ég hugsa, ég hef aldrei heyrt sjóbirtingi þessari á. En ég vissi það væri stöku lax, þannig ég hugsaði, er ég búinn að setja lax hérna? Það er svakalegt. Nei, svo sé ég að hann kemur aðeins nær og ég sé að það eru sko doppur allan líkamann sem þýðir að þetta er sjóbirtingur. Fucking hell, maður. Hvað gerst það? Þetta er erfitt shit, sko. Hvað er að gerast hérna? Andskotans vitleysa er þetta. Ég vil þetta sterkt þetta lið maður. Og ég með hann í korter. Ég bara að þreyta hann í korter. Ég reyni örugglega 10 sinnum að háfa hann. Og hann bara svo þungur og sterkur og hann á bara svo mikið eftir. Þú veist það er það sem maður segir sko. Maður vill ekki flýta sér of mikið. Ef þú bara djöflar honum inn, þá getur hann bara tekið trillingskast og slitið sko.
Þannig að þú verður að þreyta hann og gera þetta allt rétt og maður má ekki flýta sér, maður verður að vera þolinmóður, passa að vera ekki of stressaður. Shit. Hann svo stór, þetta ekki hægt sko. Oh god maður. Sétur. Þetta ekki hægt sko. Hann svo fucking stór, þetta ekki hægt sko. What the fuck? What the fuck? What the fucking fuck, maður? Gauð. What the fuck? Holy shit, maður. What the fuck, sko? Þetta fucking huge byltingur. What the fuck? Shit. Flugan gerir svona först í honum maður. What the hell? Sjöfall hann stór maður. What the fuck? Shit. Tittur. Oh god, sko. Þannig svona var þetta, veiðisumarið 2024. Ég held að þetta hafi mögulega verið mesta veiðisumar frá upphafi. Ég veitti rosalega mikið, ég var rosalega duglegur að stunda veiðikortið og þú veist, fyrir utan veiðikortið þá keypti ég veiðileyfi í vatnasvæði Lísu, pabbi bauð mér í Víðidalsá og svo var það Ólafsfjarðar á. Ég keypti reyndar líka veiðileyfi í Hraun í Ölfusi sem er svona sjóbirtingssvæði, það kostar 3.500 kall. Ég fór í það í júni, var það ekki var, veit ekki hvort ég farið aftur þangað. Og ég er svona formlega að ljúka þessu veiðitímabili hér og nú og býð bara spenntur eftir að byrja í mars, apríl á næsta ári. Hafandi sagt það, þá er ég búinn að vera að hugsa síðustu dag hvort ég komist í eina veiðiferð enn í haust. Ég er að fara til Japan á morgun,
ég kem aftur 28. september og þá er þetta eiginlega búið. Þú getur farið í sjóbirting eða lax í október, það er svolítið dýrt. Ég er svona aðeins að skoða þetta. Kannski heiðarvatn fyrir ofan Vík í Mýrdal. Kannski einhvers staðar þarna í kringum Stokkseyri. Í sjóbirting, ég veit það ekki. Kannski segi ég þetta bara, við skulum sjá hvernig ég verð eftir Japan. Ef ég er búin að missa, ef að veiðidellan er komin í dvala, þá segjum þetta gott. Ef ekki, þá fer ég kannski eina haustveiði. Það er svolítið gaman að láta sér hlaka til og eiga eina svona ferð eftir fyrir veiðifíkilinn. En við sjáum til. Herðum, þetta var svona. Takk kæru hlustendur fyrir að hlusta. Takk kæru áhorfundur fyrir að horfa og hlusta. Takk kæru Patreon meðlimir heimsendafjölskyldunar fyrir að styðja við okkur. Þið hinn sem eru ekki á Patreon, íhugið það. Þið getið prófað það frítt í 7 daga. Þar eru allir þættirnir. Næsti þáttur verður líklega baráttuna milli þess að drekka sykurlausa drykki annars vegar og sykraða drykki hins vegar. Hann verður líklega ekki mynd, en svo kemur myndbandsþáttur að vinna á skemmtifræðaskipi í Japan. Það verður geðvitt, skemmtilegt og fleira gott stöf maður. Svo erum við með spurningakeppni í haust og þetta er alltaf gerast. Þannig fylgist með, takk aftur fyrir stuðningin og við heyrumst og sjáumst í næsta þætti.